Góði gestir, komið sæl, verið velkomin á Menntamorgun ferðaþjónustunnar á Akureyri. Ég heiti Þórgnýr Dýrfjörð og deildarstjóri Akureyrarstofu hjá Akureyrarbæ og verð fundarstjórinn ykkar í dag. Við erum með fjölbreytta dagskrá. Ég ætla að byrja á að vera með svolítinn inngang, ef við segja á heimspekilegum nótum. Langaði að segja eitthvað annað heldur en ég alltaf að segja. Svo fór ég að kíkta á það sem ég sagði þegar var kynning á Hæfnisetrinu hérna fyrir einhverjum misserum síðan og sá það var eiginlega sama sem ég sagði þá, en það allt í lagi. Svo kemur hér kynning á verkfærakistu Hæfniseturs ferðaþjónustunnar og það Hildur Betti Kristjánsdóttir, sérfræðingur hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar sem að sér það. Þá kemur kynning á fagorðasafni ferðaþjónustunnar, það Valdís Anna Steingrímsdóttir, sérfræðingur í Hæfnisetri sem að annast þá kynningu. Og þar á eftir kynning á Veistu appinu og spurt hvernig gengur með rafræna þjálfun og fræðslu og það Hildur Oddsdóttir, sérfræðingur hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar og Sigrún Árnadóttir, verkefnisstjóri á Höldi sem ætla að segja okkur frá því. Að lokum kemur svo hér Elías B. Gíslason og ætlar að kynna fyrir okkur Vakan sem grunn að góðri þjónustu. Og í endan að þá förum við í svolítið verkefni saman sem heitir bara þjálfun í gestrisni og það verkefni með þáttöku allra okkar hér og rétt að segja þeim frá sem að fylgjast með á netinu að við ljúkum þá útsendingu á fundinum áður en að þessum lið kemur. Við sjáum ekki að það sé mjög spennandi að við séum að vinna hérna á borðunum og myndavélin horfi hérna upp á tómt púltið á meðan. Þannig að eitthvað þar á milli rjúfið útsendinguna og hættum fundinum online eins og það kallað. Það urðu hérna smá breytingartafir og flugi í morgun, þannig að þetta verður snúið á köflum, það verður að senda merki að sunnan og til okkar og upp á skjáinn og svo frá okkur og út all land, svo fólk geti hlustað. Og hér hefur fólk setið í morgun alveg sveitti við því að láta þetta ganga upp og eins og Elías benti á engin furða að rekstur ríkisútvarpsins sé dýr þegar maður fylgist með þessum undrum sem hér fara fram og hvað þarf að hafa mikið fyrir þessu. En ef ég byrja þá bara á mínum inngangsorðum og reyna að vera ekki á lengi, það nú ekki gott ef að fundarstjórinn ætlar að fara að brjóta tímareglunar. Ég stenst ekki mátið að segja ykkur aðeins bara örstutt frá Akureyrarstofu. Það margir sem spyrja hvað hún og af því að við erum með fólk frá öllu landinu að fylgjast með þá freistandi að segja örstutt frá því áður en ég fer í filosófíuna sem ég ætla að reyna að hafa gaman af hérna í smástund. Bara hvað Akureyrarstofa? Hún í stuttu máli sagt skrifstofa menningar, markaðs, atvinnu og ferðamála hjá Akureyrarbæ. Þetta svona knippi sem var ákveðið að setja saman. Við vorum áður staksteinar þar og hér í bæjarkerfinu. Sumu var kannski ekki sinnt. Ferðaþjónustu var kannski ekki sinnt í alvöru af Akureyrarbæ áður en Akureyrarstofa var til. Og pælingin bara þessi, við þurfum að eiga heimahöfn fyrir öll sveitafélag þessari stærðargráðu, þurfum að eiga heimahöfn fyrir þessa málaflokka, atvinnumál, menningarmál og viðburði, markaðs- og kynningarmál, ferðamál. Og það skynsamlegra að hafa þetta allt á einum stað, það skynsamlegra að láta þekkinguna safna saman í einu punkti frekar en að dreifin allt bæjarkerfið eins og áður var. Og ef við værum ekki til, þá væru litli kontórar einhver staðar á skrifstofum Akureyrarbæjar, þar sem einhver sæti með skilti á borðinu fyrir fram að sig og ástæði menningarfulltrúi eða ferðamálafulltrúi eða eitthvað svoleiðis. En þarna erum við öll saman. Önnur leið til að sýna þessa hugmynd bara svona mynd. Það sem við reynum að sýna hvernig málaflokkarnir geta tengst á milli atvinnumála, menningarmála og ferðamála viðburðir að ýmsum toga. Við þekkjum það öll hvernig afurðir í menningarstarfi, menningarviðburðir verða að vöru í ferðaþjónustunni. Erum við ekki samferða? Já. Nú erum við samferða. Já, hvernig viðburðir í menningarlífi verða að vöru í ferðaþjónustu. Þegar vel gengur hjá leikfélagi Akureyrar, þá getur það haft gríðarleg áhrif á það bara hvernig gengur á veitingastöðum, hótelum og öðrum þjónustustöðum á Akureyri. Þannig að það hangir allt saman.
Engin menningarviðburður verður án þess að það sé reynt að vekja athygli á honum. Við getum ekki talað Akureyri sem góðan stað fyrir fyrirtæki eða íbúa nema segja frá því. Þannig að viðburður og kynningarmál eru alltaf þarna. Þannig að þetta er svona önnur leið til að sýna fram á að þetta er knippi sem er skynsamlegt að þarna hafa saman. Og við vitum og við sjáum að við höfum náð árangri. Við fengum reyndar afar ánægjulega niðurstöðu úr könnun í fyrra sem sýndi fram á að 70% erlendra gesta sem að koma til Akureyrar taka ákvörðun Akureyri sem áfangastað áður en að leggja stað í Íslandsferðina. Það eru mjög mikilvægar upplýsingar. Við erum svona að hrekja sliðruorðið á okkur. Húsvíkingar halda fram að við séum bara svona stór bensínstöð og fólk verða að stoppa hérna þessu langt til Húsavíkur. En við erum sérst alveg áfangastæður. Svo það sé sagt. Aðeins ferðaþjónustuna á Akureyri svona umfangið, yfir 200 fyrirtæki í ferðaþjónustu. Við byggjum þetta bara talningu á þeim fyrirtækjum sem við erum að kynna. Gististaðir á Akureyri eru 45, þar eru 5 heilsárshótel og 1 sumarhótel og þá eru ótaldir litlu aðilarnir sem eru á Airbnb. Við vitum að það eru margar litlar einingar og sumar á fleiri en einum stað. Það eru rúmlega 60 matsölustaðir, allt frá veitingastöðum yfir í skyndibit og kaffihús og þetta er svona sturlu staðreynd nánast, 3000 sæti á veitingastöðum möguleg í 15 mínútna göngufjarlægð frá Hofi, ef við lítum á Hof sem miðpunkt. Við trúum ekki almennilega þessari tölu en hún er sönn. Við tókum þetta saman þegar við höfum verið að fá Vestnorden og þá getum þurft að svara svona grundvallarspurningum. Rúmlega 100 afþreyingaraðilar og fólksflutningafyrirtæki sem skiptast í söfn, ferðaskipulagjendur, ferðaskrifstofu, bílaleigur og svo framvegis. Hér er millilandaflugvöllur sem þarf að bæta reyndar en afar ánægjulegt hvernig Superbreak fyrirtækið breska hefur sýnt fram á að hér eru allir innviðir til staðar. Það er ekki eftir neinu að bíða og þið sjáuð á upptalninguna auðvitað allt til staðar. Og gestirnir sem fara frá okkur hér í vetrarferð Superbreak eru hamingjusamir þegar þeir fara heim aftur eftir sína stuttu dvöl. Þá er það hugleiðingin. Ég ætla að reyna að vera fljótur. Og pælingin er bara þessi. Hvað er þekking? Þetta er mjög stór spurning. Þyrfti svona 20 mínútur til þess að gera almennilega grein fyrir henni, 40 mínútur helst. Og það er deilt þetta, en merkingin er tvíræð að minnstakosti. Það er þekking sem einstaklingur hefur, það sem við höfum til að bera hvert og eitt, hæfni og þekking og kunnátta. Og svo er það þekking í víðari merkingu, þekking mannkyns, sameiginleg þekking sem við höfum viðað á okkur, sem enginn einn hefur til að bera og ekki einu sinni tiltekinn hópur. Það er þetta stóra safn sem við lítum á sem þekkingu mannsins, hinn vísindalega þekking til dæmis. Þekking er þar að auki að minnskosti þrenns konar líka. Það er að vita, það eru bara staðreyndir, hringur er ferill sem hefur alla punkta sína jafn langt frá miðju. Þetta er staðreynd sem ekki hægt að deila um. Að kunna, að taka upp vél eins og segir í textanum, eða sauma bútasaumsteppi, það er annars konar þekking. Og svo er það að þekkja liti, þekkja bragð, þekkja vini, þekkja svipi og svo framvegis. Þetta eru þrenns konar gerðir af þekkingu, þannig að hugmyndin þekkingu er mjög flókin. Ein klassísk skilgreining á þekkingu er að hún sé sönn, rökstudd skoðun. Og skoðun er bara eitthvað sem við trúum eða höfum fyrir satt, það getur verið hvað sem er. Að möndlur séu óskaplega hollar eða það sé gott fyrir mann að hugleiða eða að sítrónusafi blanda saman við edik geti læknað krabbamein. Það eru alls konar svona skoðanir sem við getum haft. En til þess að geti talist þekking, þá þarf skoðunin að vera rökstudd og hún verður að vera sönn. Þetta er svona hinn klassíska kenning. Það hefur reynt að hrekja hana, en aftur það væri of langt að fara í það. Þarna hefur orðið bilun bett í glærun okkar einhver, en við látum það gott heita. En af hverju er ég að pæla í þessu? Það er bara af því að það er skemmtilegt. Það er fyrst og fremst þess vegna. Það er gaman að pæla í hvað er þekking. Til dæmis því hvort að þekking geti einhvern tímann orðið endanleg. Verður það ekki að þannig að mannkynið viti allt sem hægt er að vita. Að einn daginn þá stöndum við upp og vöknum og það er bara búið að svara öllum spurningum. Það er ekki hægt að spyrja neitt annað nýrra spurninga. Og þetta byggir á hugmyndina að okkur fari stöðugt fram og við vitum meira og meira. Og við vitum að okkur skjáttlast endalaust og vísindamönnum skjáttlast endalaust og við erum stöðugt að henda kenningum og finna nýjar. En kemur einhvern tímann dagurinn sem við erum búin og hvernig verður hann? Guð minn góður. Nú líka af því að þekking er grundvöllur tilvistar, samfélags og þróunar
og af því að hæfnisetri ferðaþjónustunnar ætlað að auka hæfni starfsfólks, þar með auka gæði, fagmennsku, starfsánægju og arðsemi greinarinnar og hæfni ein tegund þekkingar og þess vegna erum við líka að tala þetta. Og eins og öllum öðrum sviðum þá mennt máttur í ferðaþjónustu. Knowledge is power, eins og sagt á ensku, scientia potentia est á latnesku, hvorki meira minna. Og þetta æpir á okkur, það ekki? Jú, að sumu leyti æpir þetta á okkur og þetta bara algjörlega sjálfsagðir hlutir. Við höfum lengi vitað að áreiðanlegar upplýsingar skortir í ferðaþjónustu sem einn grunnur þekkingar og þetta hefur vantað. Fjölda, vilja, umferð, þolmörk, ferðahegðun, þjóðerni, markhópa, gistingu og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Við höfum vitað að það vantar áætlanir uppbyggingu innviða og það vantar líka uppbyggingu þeirra. Þetta vitum við allt. Þetta þekking sem æpir á okkur og þarf ekki mikla fyrirhöfn til að sýna fram á. Og við höfum lengi bent á hve afgerandi lítið fer til rannsókna í ferðaþjónustu í samanborið við aðrar greinar á Íslandi. Þetta æpir á okkur, já, en að vita og vilja ekki alltaf það sama. Það annað svona heimspekilegt viðfangsefni sem þetta eyða löngu tíma í. Það segja að ef maður veit eitthvað á maður þá ekki breyta samkvæmt því, en þar skortir. En við potumst í rétt átt, við vitum það. Hæfnisetri dæmi það, stjórnstöð ferðamála dæmi það, aukin upplýsingaöflun dæmi það, mælaborð ferðaþjónustunnar dæmi það, svo við nefnum eitthvað. Jú, segir sér sjálft. Það sem æpir á okkur og svo það sem segir sér sjálft. Við getum sagt okkur að það sé ekkert vit í því að hefja rekstur í ferðaþjónustu nema þekkja markaðinn eitthvað, kunna eitthvað fyrir sér markaðssetningu og kynningu, kunna og geta framkvæmt þjónustuna sem maður lofar. Ef maður býður upp á jeppaferðir þá einhver að hafa meira próf, það bara þannig. Og hafa vit á bókhaldi. Þetta ætti að liggja svona nokkurn veginn fyrir áður maður startar nýju fyrirtæki. Og annarkvort veit maður og kann þetta sjálfur eða nýtur annara þjónustu, stjórnenda, sérfræðinga eða sérhæfðara starfsmanna og virðisauki þekkingarinnar augljós í þessu dæmi. Þetta eiginlega bara snýst rekstrarhæfi fyrirtækisins. Ef við höfum þetta ekki, þá getum við ekki lagt af stað. Það nokkurn veginn þannig. Blanda fræðilegri þekkingu, stóru þekkingunni getum við sagt og kunnátt og hæfni sem við nefndum áðan. Tvenns konar þekking sem blandast saman í þessari pælingu. En þá má spyrja hvað með heildina? Það nóg sem æpir á okkur? Ef við getum tikkað í boxin við öllu því sem æpir á okkur, það nóg? Nóg fyrir fyrirtækin að ferðamálastofa og stjórnstöð græi þekkingu á íslenskri ferðaþjónustu og að stjórnendur hafi nauðsynlega hæfni og þekkingu í bókhaldi og markaðsmálum? Það nóg? Nei, líklega ekki. Hvað það sem æpir ekki á okkur og vill gleymast eða verða undir? Eða við teljum að við höfum ekki tíma til að gera, við komumst ekki yfir. Við erum búin að uppfylla hinskilyrðin, en hvað þá eftir? Það þekking og hæfni allra þeirra sem eiga afhenda þjónustuna. Það persónuleg þekking hvers og eins og sem snúast þessi persónulegu samskipti við viðskiptavinin, við ferðamannin. Og taki eftir því að rannsóknir benda til þess að jafnaði séu aðeins 15% starfsmanna í stærri fyrirtækjum, skulum við segja, sem 15% starfsmanna sem helgaðir starfinu sínu. Meiri hlutinn, svona 50-60% alveg sama, svona hvorki né, og svo lítill hluti, reynda gott við Ísland, það bara 8% á Íslandi sem mælist svona aktíft andstæður fyrirtækinu. Og þetta auðvitað mikil áskorun. Hvernig á að ná til fólks? Hvernig á að blása því anda í brjóst? Nú, gæði og svið persónulega þekkingar. Ég ætla að enda þar. Ég svona ekki búin að brjóta tímamörkin ef að horti til inngangsorðana hér og kynningu á dagskrá. Kannanir benda til þess, og það einn grunnurinn undir hæfnisetrinu, kannanir benda til þess að gæðum sé ábótavant í ferðaþjónustu á Íslandi. Þetta ein stóra ástæðan fyrir hæfnisetrið bara búið til. Og lögum við það með því að ráða nýja markaðsstjóra, með því að stækka átækið heimsækið Ísland, með því að ráða nýjan einn í bókhaldið. Nei, auðvitað ekki. Við lögum það ekki þannig. Vitaskuld ekki. Við aukum þekkingu og hæfni meðal allra. Og þeir sem takast á við að auka þekkingu sína með fjölbreytilegum hætti, og ég undirstrika það, með mjög fjölbreytilegum hætti, getur verið hvað sem læra að sauma bútasaumsteppi, svo við tökum það dæmi aftur, vita hvað það getur breytt miklu fyrir mann innri virðisaukan sem af því hlýst. Ef ég tækist á hendur það verkefni að sauma bútasaumsteppi, og ég kann ekki einu sinni á saumavél, og
myndi klára það, þá þarf ekkert að lýsa gleðinu og stoltinu og ánægjunni sem fylgdi því að koma hingað til ykkar og segja 2 mánuði seinna, 3 mánuði seinna, ég kláraði teppið. Ég hef vaxið og ég ánægðari og glaðari. Það hefur orðið einhver þroski í mér. Og þá kemur þessi pæling, erum við of lítil? Flest fyrirtæki í ferðaþjónustu og raunar á Íslandi eru lítil og meðalstór og þá höldum við kannski að við séum of lítil til að greina fræðsluþarfir, setja upp verklag fyrir fræðslu og móttöku nýrra starfsmanna, samræma gildi fyrirtækisins, framkomu og virðingu og svo framvegis, öll þessi litlu atriði sem snúast hæfni einstakra starfsmanna og starfsmannahópsins sem heildar. Allt þetta sem í raun og veru nauðsynlegt til að tryggja eiginleika þjónustunar alla leið, ef við ætlum að treysta því að gæði þjónustunar haldi alla leið til viðskiptavinarins sem situr við borðið eða þiggur þjónustunar beint. Já, það getur verið að við séum of lítil, en þar kemur hæfnisetur ferðaþjónustunar til sögunar. Við getum nefnilega staðið saman þessa hluti. Fyrirtæki geta tekið sér saman í klasa og lært saman og skilgreint saman þessa hluti, en keppt svo að hörku kunnan þegar hann mætir í bæinn. Það leiðin. Og það sem að hæfnisetrið og símenntunarmiðstöðvarnar hafa í raun og veru sérhæft sig í, að nýta fjármagn og peninga sem nú þegar í umferð til að koma þessu í kring. Og þetta dálítið mikill galdur sem ekki allir vita en mikilvægt að segja frá og berjast fyrir. Nú, að lokum, þetta snýst þroska. Það vantaði eina línu á glæruna mína, já. Það sem ég langaði að segja þetta með persónulega kunnáttu hvers og eins var, það auðvitað mikilvægt að það komi fram í launum eða fríðindum í hvers skipti sem að starfsmaður leggur eitthvað á sig, bætir einhverju við sig, þó að það sé kannski ekki mikið, en alltaf þegar það einhverju möguleiki, þá ætti það að koma fram í launum og fríðindum og gildir þá einu hvert starfið Þetta mikilvægt, en samt enn meira vert að stuðla að þroska og þróun og menntun. Hugsa þetta í samhengi við bara hreinlega lífshamingjuna eða farsæld, bara gera öllum kleift að stuðla að farsæld sinni í vinnunni. Við eyðum mjög stórum hluta ævi okkar í vinnunni og þá eins gott að hún fái að spila eitthvað inn í það að við fáum að þroskast, að við fáum að taka einhverjum framförum. Þetta mér miklu starra atriði heldur en launin eða fríðindin. Við verðum einfaldlega glaðari. Og gleymum því ekki að ein kenning hamingjuna, og sú kenning sem ég trúi í það minnsta, ein kenning hamingjuna að hún sé fólgin í þroska. Og þroski fólgin í því að við tökum eitthvað sem býr í okkur, eitthvað sem við kunnum, eins og sem að bútasaumsteppi, við höldum það kunnum það ekki, að það þarna, og við löðum það fram, við göldrum það fram, og þá þroskumst við. Að hún sé vegferð farsæld fremur en stundar fyrirbrigði. Þannig að hinn sanni virðisauki þekkingar fái að njóta sín. Og þar með lýk ég þessum inngangi mínum. Þið megi klappa. Og þá höldum við áfram með dagskrána. Og næst á dagskráni verkfærakista hæfniseturs ferðaþjónustunnar og það Hildur Bettý Kristjánsdóttir sem ætlar að kynna það fyrir okkur. Og rétt að segja, ef við höfum tíma fyrir örstuttar spurningar á milli erenda, þá ætlum við að hafa það þannig. Þannig að þið skulle hafa það í huga leið við rennum í gegn. Gjörðu svo vel, Hildur Bettý. Já. Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur svona mörg í dag. Bara gefa ykkur tíma til að vera með okkur. Það sem ég ætla að segja frá í dag verkfærakista hæfnisetursins. Við höfum verið að vinna að því að búa til tæki og tól fyrir fræðsluaðila og ferðaþjónustufyrirtæki og ætla svona að renna létti við það. En hæfnisetri, hvað það? Jú, það nú gott, Þórgnýr kom nú ansi vel inn á það. En það hefur verið starfandi síðan 2017 og það samstarfsverkefni aðila vinnumarkaðarins, fræðsluaðila og stjórnvalda heildstæðar lausnir og úrbætur til að auka hæfni í ferðaþjónustu, þá á Íslandi. Og þá má segja, og við horfum til þess að það sé alltaf á forsendu ferðaþjónustunnar. Setrið vistað hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem í eigu aðila vinnumarkaðarins. Hæfnisetrið, það býður ekki upp á námskeið.
eða þjálfun fyrir starfsfólk, heldur hlutverk þess fyrst og fremst að kortleggja þarfir fyrir fræðslu, benda fyrirtækjum á fræðsluaðila og ráðleggja fræðsluaðilum fræðsluaðferðir, leggja til námsefni, þar á meðal rafræna fræðslu sem við fáum kynningu á eftir og þróa aðferðir við að meta árangur af fræðslu og rekstur og starfsána í fyrirtækjum. Einn tilbaka. Já, svona. En hlutverk hæfniseturs ferðaþjónustunnar er að starfa á forsendum ferðaþjónustunnar til að auka hæfni starfsfólks og þar með auka gæði, fagmennsku, starfshæfni og arðsemi greinarinnar eins og ég kom inn á áðan, að greina fræðsluþarfir, móta leiðir, auka samvinnu fræðslu og koma á henni á framfæri til fræðsluaðila og fyrirtækja og að fá fræðsluaðila til að standa fyrir mælanlegri fræðslu og árangusmiðari fræðslu í samræmi við þarfir greinarinnar. Og hér til dæmis á Eyjafjarðarsvæðinu þá er hæfnisetrið og símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar komin í samstarf við þó nokkuð mörg ferðaþjónustu fyrirtæki og erum við að prófa hluta af þessum verkfærum sem þið fáið kynningu á núna. Ef við horfum á þessa mynd þá er þetta svona verkfærakistan okkar og hún er inn á heimasíðu hæfnisetursins og við höfum svolítið hugsað verkfærakistuna þannig fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin að þú getur farið þarna inn og þú átt að geta fundið upplýsingar yfir fræðslu, bara fræðslu, öll þessi verkfæri sem við erum að kynna hér, fræðslu aðila og hvað er í gangi. Og ég hvet ykkur bara til að skoða þessa heimasíðu, þetta er hæfni.is. Hún er náttúrulega enn í þróun og það er stöðugt að bætast inn á hana, en að við tölum í rauninni, þá er hún bara svona eins og ákveðin höfn fyrir ykkur til að nýta ykkur. Hér sjáum við bara svona hvernig heimasíðan lítur út. Hinn áttina. Svona. Allt í lagi. Það er alltaf skemmtilegt þegar svona við tæknina. En það eru ýmsar upplýsingar í einninni. Við erum með þjálfun í gestrisni, það er fyrirtækjafræðsla, mælikvarðar til að mæla árangur. Það var til dæmis af fræðslu, skiptir fræðsla máli. Það er eitthvað sem við erum að vinna núna með þessu ferðaþjónustu fyrirtæki sem við erum í samstarfi í dag, að því þetta er svolítið eins og Þórgnýr kom inn á áðan. Það er ekki til mikið rannsóknir. Fjármögnun, það er svona sem að mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt og ég hef nú verið að fara með Kjartani núna sem vinni hjá Símei að heimsækja fyrirtæki hér á svæðinu. Það veit ekki allir leiðirnar fjármögnuna í starfsmenntasjóðina. En það skiptir svo gífurlega miklu máli að þið nýtið ykkur þá líka. Að því þetta svona hjálpar ykkur til að koma á stað fræðslunni. Og til dæmis eins og hér hjá Símei, þá eru þau líka bara rosa öflug að leiðbeina fyrirtækjum í ferðaþjónustu hvaða leið best er að fara. Þó að sé alltaf í höndu fyrirtækjana á endanum að sækja í sjóðina, en stundum þá þurfum við bara að fá kynningu hvað er þetta. Og eins er náttúrulega líka hægt að hafa samband við starfsmenntasjóðina. Fagorðasafnið, það er það sem að Valdís kemur inn á eftir og rafrænar áherslur í fræðslumálum og við erum í dag í tilraunaverkefnum við sveiganu landið. Við erum að vinna með fræðsluaðilum bara, ég held að séu komnir 7 fræðsluaðilar í dag sem er í samstarfi við hæfnisetrið og þá er markmið að nálgast fyrirtækin í ferðaþjónustunni. Hér þið sjáu þessa flokka hérna, þetta eru svona 10 starfaflokkar, þetta eru ekki 10 starfaflokkar fyrirgefið. Þetta eru í rauninni, það var gerð skýrsla, vegvísir í ferðaþjónustu og svo fjárfestum í hæfni starfsmanna og þetta eru flokkarnir, yfirflokkarnir eins og störfin voru greint. Svo við ákváðum að setja þetta svona inn á heimasíðuna á hæfnisetrinu, þannig að til dæmis bara ef ég er starfa við fólksflutninga og mér langar að vita hvað er í boði í fræðslu, þá klikka ég á það og þá kemur allt sem er í boði. En auðvitað er listin aldrei tæmandi og við erum stöðugt á uppfæran og vonumst líka bara til að þeir sem eru að bjóða upp á fræðslu láta okkur þá líka vita og þá getum við setta þarna inn. Þjálfun í gestrisni, það er það sem við ætlum að prófa hérna á eftir þegar útsendingu lýkur. Þetta er fræðsluefni sem við birtum á vefnum okkar á síðasta ári og erum bara virkilega stolt af. En þjálfun í gestrisni er efni ætlað til
þjálfunar og fræðslu á vinnustað og fræðslu efni það byggir á raundæmum og það svolítið skemmtilegt við það. Það rauninni það að geta bara setið kannski hérna, átta saman, ég fer á netið, klikka hérna og já, þrifa umgengni. Ég vel mér eitt raundæmi sem hendar því bara það sem ég ætla að gera í dag með starfsfólkinu mínu, við lesum það saman og svo eru spurningar. Og kosturinn við þetta að það geta allir komið sínu skoðun á framfæri og það ekkert eitt svar rétt, heldur það svoleiðis að það verður svona sameiginleg niðurstaða í lokin. Og undir hverjum flokki, þetta eru 4 flokkar, eru 10 raundæmi og 10 verkefni. Og ég hvet ykkur bara til að nýta ykkur þetta. Það bæði hægt að downloada þessu og vera bara með þetta þá á skjá eða þá að prenta þetta út og þetta tekur ekki nema kannski 10 mínútur korter. Margrét Reynisdóttir og Sigrún Jóhannesdóttir, þær eru höfundar þessa fræðsluefnis. Þá það árangursmælikvarðarnir. Árangursmælikvarðar, þeir skipta máli til að meta árangur af fræðslu og það það sem við erum í Hafnisetrinu að gera í dag í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtækin, að við erum að safna allskyns mælikvarðum þegar kemur að fræðslu. Það starfsánægjukönnun, við erum með huldu heimsóknir, það verið að mæla starfsmannaveltu, en það alltaf á forsendum ferðaþjónustufyrirtækjana hvaða mælikvarða þau ákvaða að nýta sér. Það getur verið skor og TripAdvisor og hér inn í þessari möppu þá eru alls konar gögn sem bara hver og einn getur klikkað á og tekið sjálfur og nýtt sér. Könnun á fræðsluþörfum. Við fáum kynningu aðeins á þessu á eftir, en Hafnisetrið vann verkfæri til að greina fræðsluþarfi fyrirtækja í ferðaþjónustu og það góð viðbrögð bárust frá ferðaþjónustu fyrirtækjum og fræðsluaðilum sem prófuðu verkfærið og Höldur prófaði það fyrir okkur. Það var svona fyrsta tilrauna fyrirtæki með okkur í þessu. En fræðslugreining sem greinir þörf fyrir fræðsluna fyrirtækja og hún aðgengileg rafrænt og markmiðið að síðar á þessu ári að þá verði þetta þannig að hver sem getur bara farið inn á heimasíðu Hafnisetursins og nálgast það þar. Þannig að það verið að skoða með að þróa verkfæri fyrir ferðaþjónustufyrirtækinu, þau getur bara náði í þetta líka sjálf og þá breytt og aðlagað sér. Þetta eru 10 flokkar og þið sjáu það hérna. Það svona sammerkt í þeim mörgum. Þú veist, við erum að skoða samskiptafærni, við erum að skoða persónufærni, það eru verkferlar, gæðamál og allskyns. Þetta eru svona staðlaðar spurningar og svo það þannig að fyrirtækin velja svo bara síðan hverju þau vilja bæta við og hvað þau vilja taka út. Þetta í rauninni bara stutt fræðslugreining. Af hverju ákveðum við að gera þetta? Jú, þörfin var að þetta þyrfti að gerast hratt, taka stuttan tíma. Og það bara þannig í dag. Við viljum að hlutirnir, við viljum hafa þetta, en þetta þarf að gerast á bara gífurlegur hraða. Þannig að ég mæli með að ef þið viljið frekari kynningu á þessu, þá getið þið haft samband við Hafnisetrið, líka símei. Og kosturinn við þetta hérna að það búið þýða alla þessa flokka á á ensku og pólsku. Hér sjáum við bara dæmi niðurstöðu á næstu gleru. Og þá það hérna, ég hef þörf fyrir fræðslu og þjálfun í þjónustu og samskiptum og hér 30, segjum bara svona 40 starfsmenn. Kosturinn við þetta að ég sé bara strax, jú, flestir vilja fara og fá fræðslu í að takast á við erfiða viðskiptavini. Og þá erum við bara búin að greina það, því það oft svolítið algengt að við förum kannski á stað með námskeið, bara því okkur finnst það að vera, en við kannski erum ekki búin að gera okkur grein fyrir því að okkur fannst það þyrfti að vera, en starfsmönnum fannst það ekki. Þannig að það svo gott þegar þörfin myndast frá starfsmönnum, að þeir hafi áhrif á hvaða fræðsla verði í boði. Næsta. En þið sjáu það margt sem við höfum verið að gera og við erum stöðugt að búa til ný verkefni og ef það einhverjar hugmyndir, eitthvað sem við höfum ekki komið með í dag, þá bara endilega hafa samband. Því að það skiptir svo miklu máli að þeir sem starfandi í greininni, að þeir hafi líka áhrif, þeir geta líka haft áhrif og komið með hugmyndir til okkar. Já, þetta væri sniðugt bara fyrir okkur. Getum við gert þetta? Já, ég þá komin. Hringin. Einhverjar spurningar? Einhverjar spurningar til Betty? Það svo komnu máli?
Það bara gott. Og við verðum hérna líka á eftir. Þannig að, takk fyrir. Takk fyrir þetta og þá höldum við áfram og nú það Valdís Anna Steingrímsdóttir, sérfræðingur hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar sem ætlar að segja okkur frá og kynna fagorðasafn ferðaþjónustunnar. Gjörðu svo vel, Valdís. Komið í sælblessuð. Þið kannski takja eftir því að samkvæmt auglýstri dagskrá þá átti María Guðmundsdóttir, fræðslustjóri SAF, að vera með þessa kynningu. Hún var veðurteppt í Reykjavík en biður fyrir bara góðar kveðjur til ykkar allra. Nú í janúar síðastliðinn þá útbyggum við fagorðalista, þessa lista, orðin okkar á íslensku, í svona hverju fagi fyrir sig. Og þeir eru hugsaðir til þess að auðvelda samskipti á vinnustað með áherslu á íslensku. Það mikilvægt að finna nýja leiðir og skapandi leiðir í íslenskukennslu og þetta okkar framlag til þess. Það jafnframt geta náttúrulega Íslendingar lært orð á pólsku með því að nota þessa lista. Fyrir svona 3 til 4 árum þá voru Danir með svipaverkefni sem að tókst mjög vel í kringum flóttamenn sem að voru að koma þá. Listarnir voru unnir í samvinnu við starfsgreinaráð, matvæla og ferðaþjónustugreina. Þeir sem sagt hjálpuðu okkur að finna orðin, þessi fyrstu orð sem að við erum með, en þetta verður alltaf í stöðugri endurskoðun. Það verður hægt að koma með tillögur, bæta við orðum og þar fram eftir göttunum. En þessi listar sem eru komnir núna og þið sjáu hérna á veggjónum hjá okkur að það eru komnir 5 listar. Það fyrir þjónustu í sal, fyrir móttöku, fyrir þrif, fyrir eldhús og fyrir afþreyingu. Samhliða þessum listum þá útbyggum við heimasíðu sem 100.hefni.is og þar hægt að heyra framburð orðana á íslensku. Á listunum líka QR-kóði og þar hægt að fara inn og þá fer maður bara að skanna það inn í símann sinn og þá fer maður bara beint inn á heimasíðuna. Listarnir eru ókeypis og það hægt að nálgast á bæði hjá okkur í Hæfnisetrinu og eins hjá SAF. Svo erum við með hérna á borðinu, hérna við dyrnar út, lista sem að ég hvet ykkur til þess að taka með ykkur þegar þið farið að fundinum. Eigum við kannski að heyra hvernig við hérna... Inn á þessari heimasíðu sem opnast núna, þá geta allir komið með tillögur að nýjum orðum. Og það eru náttúrulega miklu fleiri orð inn á heimasíðunni heldur en eru á þessum listum. Við erum með hámark held í 82 orð á listunum, en til dæmis eins og fyrir eldhús vorum við með í upphafi held í einhver 160 orð komin. Og ég tel að það sé mikilvægt, barnabörnin henni Betti ég tel að það sé mikilvægt að og að þetta geti verið mjög góð leið til að byrja að læra tungumál og svona mikilvægt fyrsta skref. Og þá erum við komin inn á heimasíðuna og þarna sem sagt hægt að hlusta á framburð. Baðkar. Ég tel að það sé mikilvægt að og að þetta geti verið mjög góð leið til að byrja að læra tungumál og svona mikilvægt fyrsta skref. Baðkar. Þá erum við komin inn á heimasíðuna og baðkar. Að hlusta á framburð til þess að læra framburð orðana á íslensku. Og við höfum mjög oft heyrt í bara samfélaginu að fólk óánægt með það þegar það kemur inn á veitingastað og það þarf að tala ensku á Íslandi inn á veitingastaðnum.
En ég held að til dæmis með þessu, ef að starfsfólk eins og veitingastað lærir bara einföld orð í byrjun eins og að bjóða góðan daginn, bjóða fólk velkomið, kveðja og annað og geta jafnvel sagt, ég að læra íslensku, má ég tala ensku við þig? Þú veist, þá verða bara allir einhvern veginn sáttir. Þá verður ekki oft þessi pirringur sem að maður hefur heyrt að skapist af því að viðkomandi kann ekki eitt orð í íslensku. Þannig ég held að þetta sé gott hjálpartæki til þess að byrja. Ég hef svo sem ekkert mikið meira að segja þessa orðalista, nema bara endilega þið takið ykkur lista þegar þið farið, eins og þið þurfið. Ef þið hafið einhverjar spurningar, þá það bara velkomið núna. Einhverjar spurningar núna til Valdísar? Engin. Kannski einn frá mér, vitið þið eitthvað nýtinguna á þessum listum hingað til? Nei, við höfum nú ekki tekkað á því með heimasíðuna, en það mikið pantað, það mikið hringt í okkur og pantaði listar og við sendum út allt land fyrirtækjum að kostnaðarlausu. Þannig að þeir eru mikið í notkun og hótelstjóri á Hóteli Reykjavík sagði mér bara núna í síðustu viku, hún sagði að þetta væri besta verkfæri sem hún hefði fengið inn á hótelið til þess að hún sagði að þetta væri svona skilvirkasta og besta sem hún hefði fengið til þess að koma fólki af stað í íslenskukennslu. Hún var mjög ánægð með þetta. Frábært. Takk fyrir og vel að verki staðið að stökkva inn í á 11. stundu og flytja þessa kynningu. Og þá komið að kynningu á Veistu appinu, hvernig gengur með rafræna þjálfun og það Hildur Oddsdóttir, sérfræðingur hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar og Sigrún Árnadóttir okkar hérna hjá Höldi sem ætla að annast þessa kynningu og það alveg rétt að geta þess og þið hafa kannski öll séð það að Höldu fékk einmitt menntaverðlaun atvinnulífsins nýverið sem auðvitað gríðarlegur heiður og gaman að eiga fyrirtæki á Akureyri sem í fararbroddi í menntunarmálum starfsfólks. En erum við klár með tæknina? Bara nú nefnilega hefst þetta hjá okkur. Við erum að gera live frá Reykjavík. Hann þarf að slökkva hér á hjá sér á meðan. Ég hef ekki samband við Hildi lengur. Þú þetta farin á líki sem ég sendi? Já, ég var búinn á. Þú bara gerir eitthvað skemmtilegt á meðan, Hildi. Það það alltaf gaman að þessu. Við elskum þetta, fundarstjórar elska þegar þetta gerist. En þetta óvenjulega flókið núna. Það þoku og ísingu að kenna. Að við þurftum að við fengum ekki fyrirlesarana til okkar og það flækir aðeins máli. Við skulum sjá hvort þetta gengur ekki allt upp. Getur þetta með nöfnin á barnaböndum? Það spurt nöfnin á barnaböndum Hilda Bettýjar sem koma á skjáinn annars lagi. Þarna. Ég deili mínum skjá. Það gott að við vorum búin að vinna okkur smá tíma í dagskránni. Nei, þetta komið. Hildur, þú sér skjáin eða ekki? Jú, allt góð, þið heyrir vel í mér. Þá byrjum við, gjörið svo vel. Kemur út þarna? Hún mun ekki sjást. Nei. Hún átti að sjást. Þau þetta bara svona. En við skal byrja. Gjörið svo vel. Komið sæl, manni líður bara pínlítið eins og maður sé að hringja einn stig í Eurovision að sitja hérna í Reykjavík. En það sem ég ætla að kynna fyrir ykkur, ég heiti sem Hildur og sérfræðingur hjá Hæfnisetrinu. Ég ætla aðeins að segja frá okkar tilraunum varðandi rafræna fræðslu og þeim gjarnan skipta glæru núna.
og ég raun og veru bara hoppa yfir þessa líka. Því að við ætlum aðeins að velta þessum þáttum hérna fyrir okkur, hvernig gengur með rafræna fræðslu. Þegar Hæfnisetur var stofnað, þá fórum við að velta þessu svolítið fyrir okkur. Hvernig við komum fræðslu á sem einfaldastan þægilegan hátt til notanda. Og rafræn lausn náttúrulega ein af þeim, en það áskoranir sem við þurfum að glíma við. Og það á ekki bara við rafræna fræðslu, það á bara við fræðslu almennt. Hvernig náum við til fyrirtækja sem eru eins mismunandi eins og þau eru mörg. Það er mikil hraði í þessari atvinnugrein eins og við vitum, og það er mikil starfsmannavelta almennt. Við erum með mikið ungu fólki í greininni og við tölum gjarnan þessa setukynslóð. Það er ekki fólk sem situr, við má ekki taka í þannig. Þetta eru þeir einstaklingar sem eru fæddir eftir að internetið var búið til. Þau sem fyrir 30 árum, internetið á 30 ámali núna þessum myndir. Þannig að þeir einstaklingar sem þekkja ekki heiminn án internetsins setukynslóð. Og eins og við vitum þá er það bara það frumskóla tækjum og tólum sem að henta við rafræna fræðslu og það er mörg af þeim virkilega góð. Rafræn fræðsla getur allt staðið einu sér og hún bjargar ekki öllu. Þetta er ekki kraftaverkað fólk. En það sem er ákveðin kostur við hana er það að það er hægt að nálgast fræðslu þegar okkur hentar, hvar hverju sem er. Og þið megið skiptum glæfi, já takk. Það sem við vakti áhuga okkar mjög fljótlega í þessu ferli var veistu smáforritið eða veistu appið sem er hannað af Stefnu sem er einmitt á Akureyri. Og þetta forrit eða þetta smáforrit eða þetta app, ég kýs að kalla upp fyrir smáforrit, það býður upp á mjög skemmtilega fræðslumöguleika. Það er til dæmis hægt að hafa eftirfylgni, eftirfræðslu. Þetta getur líka verið tæki fyrir fræðsluna sjálfa, til dæmis eins og nýlega fræðslu og formið er leikur, þannig að þetta er leikiform. Að læra í gegnum leik er eitt af því árangursríkasta kennsluformi sem við þekkjum. Það er leikur. Þeim megum við skipta læri. Nú stjórnandi sem hefur aðgang að þessu appi, hann getur stýrt hópaskiptingunni og hann getur búið til leiki. Hann getur sett texta, hljóð, myndi og myndbönd. Og það er hægt að hafa fjölvals, svarmöguleika eða bara ritunarspurningar. Það er mjög einfalt að fá mat á stöðu þátttakenda og niðurstöður og jafnframt hefur Hæfnisetrið búið til nokkra leiki sem stendur þá fyrirtækjum til boða. Ég með skipta glæfi. Hér sjáum við svona skjámynd inn í smáforritið. Þetta er úr einu leikisafni sem við eigum tilbúið sem er þjónusta í sal. Og við sjáum hér bara mynd og svo er spurning og þú hefur þennan valmöguleika að svara og þú færð rétt svar leik að segja þú veist og þú hefur svarað rétt eða rangt og svo þegar leikin lokið þá færðu heildarstig af þetta 5. Þetta er viðmótið sem þáttakandinn hefur. Ef við skiptum aðeins glæru þá sjáum við hér bak við kerfið, það er að segja aðganginn sem stjórnandinn hefur. Þannig að hann getur á mjög einfaldan og þægilegan hátt nálgast niðurstöður hjá sínu starfsfólki. Þannig að þetta er mjög þægilegt og aðgengilegt tól og ég er sjálf mjög hrifin af því að nota þetta. Og þau fyrirtæki sem hafa ákváðið að prófa þetta geta sjálfsög sett sig bara í samband við okkur og þá leið opnast þessi aðgangur af þeim spurningasöfnum sem við eigum til sem eru fyrst og fremst varðandi þjónustu, matvælaöryggi og akstur. En ég ætla ekki að eyða öllum þessum tíma í að ræða þetta, heldur hefur við verið í tilraunaverkefni með Höldi. Þau hafa verið að prófa ýmis verkfæri frá. Þannig að ég ætla nú eiginlega bara að leyfa Sigurlaugu að taka við og kynna þeirra reynslu af tilraunaverkefni með okkur. Eru einhverjar spurningar til Hildar? Já, áður við slítum sambandi. Við erum búin að fá 12 stig
Þannig að fyrirtækin geta búið til sínar eigin spurningar. Já. Hildur, vilt þú ekki svara? Ég heyri ekki spurningar. Já, fyrirgefðu, það kom spurning úr sal, geta fyrirtækin búið til sínar eigin spurningar? Já, við mælum með því að fólk prófi spurningasöfnum okkar fyrst, þannig að einfaldar að komast inn í að nýta sér kerfi. En viltu ekki Hildur bara sína þetta sínu dæmi sem hún með hérna? Herðu, Hildur, það einu spurning, svo skal ég bara sína síni dæmi þá slepp ég á fyrir í útsendingu. Ok, görum það. Já, býttu, augnablik. Ég langar bara að spyrja hvað kostar þetta? Hvað kostar þetta? Hildur, hvað kostar þetta? Þetta fyrirtæki hafa aðgang að þessu af orkuspurningabönkum og hafa aðgang að þessu í 3 mánuði. Án kostnaðar. Án kostnaðar. Já, eftir það í raun og veru lýkur okkar samstarfi og þau hefði samstarfi stefnu. Heyrðu, fleiri spurning? Nei? Hildur, þá ætla ég bara að slíta útsendingu. Bara takk hérlega, ég ætla þá að sína þér myndbandið. Fyrir hún netið, sko. Heyrðu, það sýnisvort frá Höldi. Það er YouTube. Það er ekki alveg YouTube, það er inn á linknum sem að þú Jú, varst með og það er klikkað á. ok. Við verðum komin með meistaragráð í þessu. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence. Það ekki hljóð á myndbandinu fyrir henni lífur á. Það var búin að sjá þetta hjá henni. Já, ok. Í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir hvernig við lokum impro. Við förum í improflipan innum við vinstra horni. Við ætlum að leita tilteknum impro, við förum í stækkunargleri hérna niðri. Við getum leitað eftir impronúmeri, við getum leitað eftir bílnúmeri, hvernig getum við leitað eftir ökumannsnafni. Í þessu tilviki ætlum við að leita eftir bílnúmeri, EGB89, uppkoma allar ferjanir á þann bíl í tímaröð, efst kemur sá nýjasti. Við tvíklikum þar, fáum við allar upplýsingar, hvernig við lokum impro. Förum síðan í close impro eða upp í hægra horni. Við prófum þennan glugga, skilagluggan. Við byrjum á því að setja inn kílómetrastöðu og verðum síðan handvissum og við séum að volkunum á réttum stað. Þessu tilviki ætlum við að leita eftir bílnúmeri EGB89, uppkoma allar ferjanir á þann bíl í tímaröð, efst kemur sá nýjasti. Við tvíklikum þar, fáum við allar upplýsingar, förum síðan í close impro eða upp í hægra horni. Við prófum þennan glugga, skilagluggan. Við byrjum á því að setja inn kílómetrastöðu og verðum síðan handvissum og við séum að volkunum á réttum stað. Bílnúmeri EGB89, uppkoma allar ferjanir á þann bíl í tímaröð, efst kemur sá nýjasti. Við tvíklikum þar, fáum við allar upplýsingar. Hildur útbjó í rauninni sýnishorn. Við erum að starta í þessu verkefni, hann að hún var búin að útbúa fyrir okkur sýnishorn. Ég fer aðeins betur yfir virknina á þessu og eftir, eða reynslu okkar af þessu á eftir. En fyrst ætla ég aðeins að tala um okkur fyrst. Já, ég heiti Sigrún Árnadóttir og ég er verkefnastjóri hjá Höldi. Eins og verkefnastjórum Sæmum þá ég svona allt mögulegt manneskja eins og þið kannist stundum við. Vinn þá meðal annars í fræðslumálunum með Geirkristni mannestjóra og svo mörgu öðru. Ég ætla aðeins bara að renna stutt yfir fyrirtæki. Við erum með 2 meginsvið. Það er þá bílaþjónustan okkar sem er þá dekkjaverkstæði, bílaverkstæði og bílasalan.
Sú starfsemi eingöngu hér á Akureyri, svo það hins vegar bílaleigan okkar sem vissulega starfrækt svo allt land. Það gott að hafa eitthvað svona í flettingum. Við erum svona 230 við vetratíman, þannig að við erum býsna mörg og fjölgar síðan mjög mikið yfir á sumrin þegar ferðamanna sísón í sem hæst. Miðað við kannski að stór hluti sé í ferðaþjónustunni þá erum við býsna háan meðalaldur, þið sjá þarna 7,6 ár, en meðalaldur svona 36 ár. Höldur með höfuðstöðnar sínar hér á Akureyri og sem kannski sérstakt út frá því að þetta nokkuð skrítið. Jæja, gott og vel. Við rennum yfir þetta. Það eitthvað hlaupið til hérna í glærunum. En það hallar aðeins á okkur konurnar. Við erum 22% og 78% karla. Það helgast kannski líka því að við erum með bílaverkstæði og iðngreinar sem þar sem karlarnir eru fleiri sannarlega. Það líka fleiri karlar hérna á skrifstofunni en okkur hefur svona eilítið fjölga. Okkur finnst það samt gerast svolítið hægt. Við erum 108 hérna á Akureyri síðastlinn áramót. Og þar af 60 þá í bílaþjónustunni, rest á skrifstofu og í leigunni. Og síðan eru þetta stærstu stöðvarnar okkar í Keflavík og í Reykjavík. Svo erum við líka með starfsmenn, við erum með 4 starfsmenn á Egilsstöðum og 1 í Vestmannaeyjum og svo eru umboðsmenn starfandi fyrir okkur land allt. Síðan kemur, þessi hleypur sem þess til líka. Mér langaði bara að því við verum að tala fræðslu, það langaði mig bara að sýna ykkur fjölbreytileikan í störfunum sem eru hjá okkur. Þarna fyrsti dálkurinn, það á að sjást að þetta bílalega Akureyrar og ég hreinlega fór inn í launakerfið og kíkti á öll starfsveitin sem þar í boði og listaði þau upp. Og þarna sjáum þið alls konar störf, það við erum með fólki í framlínunni, afgreiðslustörfum, það eru vaktstjórar og afgreiðslustjórar og svo fólki í bílaþrifum. Það líka gæðastjóri, það þarf að sjá bókanir og það sölumenn bíla, leigubíla og það alls konar í gangi. Það iðnaðarstörf, það skrifstofustörf, það verkamannastörf, það allt í gangi. Þú mátt láta þetta svona niður hver deild fyrir sig. Hérna bílaverkstæði okkar á Akureyrinni með sínum starfsheitum dekkjaverkstæði, svo kemur næst bílasalan. Svo erum við líka eigum við töluvert af fasteignum og við erum með smið og svona verkstjóra í því að sjá fasteignirnar okkar. Og svo erum við hérna skrifstofan og stoðdeildir sem erum hérna í Tryggvabraut 12, ef við þekki húsið okkar hérna rétt við. Og þar erum við með alls konar sérfræðinga líka sem starfa inn í þessum. Þetta, við erum núna í 2 samstarfsverkefnum við Hæfnisetrið. Annars vegar það, eins og Hildur Betti komi hérna inn áðan, tilraunaverkefnið fræðsla í ferðaþjónustu. Og núna þegar ég búin að sýna ykkur kannski fjölbreytileika starfana sem hjá okkur, þá viljum við auðvitað bara finna fræðslu fyrir alla okkar hópa. Það má ekki skilja neitt út undan. Við verðum að sinna öllum þessum hópum. Þess vegna svo frábært tækifæri fyrir okkur þegar Hæfnisetrið kemur og býður okkur að vera í svona samstarfsverkefni. Ég veit við erum búin að fá verðlaun fyrir að standa okkur vel í menntun, en maður getur alltaf gert betur. Satt að segja, vorum við Geir Kristín búin að setja okkur mark fyrir næsta ár. Við ætlum að vinna næsta ári, en við unnum ávart núna. Og hvað gerum við þá? En það setur á okkur pressu, við þurfum bara að standa okkur ennþá betur. Við verðum að standa okkur þetta ári, við erum búin að fá verðlaun. Og við erum sannarlega að gera marga góða hluti, en við viljum gera betur. Þessi samstarfssamningur sem við gerðum við Hæfnisetrið, nú gleymdi ég að tímasetja mig. Ég lofaði sjálfur mér að setja á mig tímamörk. Þetta sleppur ennþá. En ég áða nefnilega til að þegar ég veit hér á tímamörkum, þá fer ég að tala vel rosalega hratt, þannig að ég ætla að reyna samt sem áður að vera ekki því. Þetta sem sagt 3-hliða samningur, Hæfniseturs ferðaþjónustunnar, okkar Höldurs og Símear. Hæfnisetrið kemur inn sem ráðgjafi. Símei með okkar verkefnastjóra, Kjartan okkar verkefnastjóri hérna og tengiliður og svo við. Auðvitað snýr verkefnið að ferðaþjónustunni þannig að við erum að horfa til bílalegu hlutans í þessu verkefni.
já, bakka eilítið fyrir mig. Það sem að, það var hérna einhverju þættir sem að, já, markmið samningsins, það var náttúrulega að koma markvissi fræðslu, byggja upp hæfni og koma á svona árangursmæli kvörðum. Og mér langar að segja hverju því SÍMEF tók þátt í fór í gegnum fræðslustjóra láni með okkur fyrir nokkrum árum, fyrir 2015 ef mann rétt. Það var gríðarlega gott verkefni og við höfum gríðarlega mikla þekkingu út úr því verkefni, en það var seinlegt, það tók tíma. En við búum með þetta að þeim grunni í dag. En þetta tilraunarverkefni núna er að gefa okkur svona einfaldur og fljótlegri leiðir. Eins og Betty kom inn á það hér áðan líka. Mér langar að bara svona renni yfir ferli. Ég veit að Betty aðeins búin að fara yfir þetta. Þið sáu spurningalistan sem hún kastaði hérna upp áðan. Það eru listan sem við byggðum á. Við skiptum fólkin okkar í ferðarþjónustunni í 7 ólíka starfshópa og erum búin að vera aðlaga þessa lista að okkar þörfum með Kjartan hérna í fararbróti. Og það sem var svo flott að fá inputi frá þeim að ef að ég hefði verið að semja þessa lista, ég hefði aldrei komið með alla þessa punkta inn. Það var alveg gríðarlega mikilvægt. Þið sjáu hérna þessa flokka spurninga sem kom inn. Ég hefði aldrei látið mig detta í hug afþreyingarmöguleika eða ólíka menningu. Ég hérna á skrifstofunni, ég kannski tengist ekkert ferðarþjónustunni alltaf beint, þannig að það er svo mikilvægt að fá þessa aðra sýn. Við ætlum líka að leggja fyrir starfsánægju könnun og svo náttúrulega fáum við afurðina fræðslu áætlun í lokin. Nú máttum þetta. Kostirna við samstarfið fyrir okkur, við fáum náttúrulega sérþekkinguna bæði frá Hæfnisetrinu og frá SÍMEI og líka þessa aðra sýn. Við fáum stuðning og svo líka þetta góða tengslanett, þau hafa þekkingu og vita hvaða fræðslu aðilar eru að starfa á hverju sviði. Og það er svo gott að geta bara hringt og sagt, heyrðu, við erum að velta þessu fyrir okkur. Það er svo frábært að hafa tengsl inn í svona kompani. Eða ekki kompani, stofnanir eru þið víst. Og aðhaldi, að halda verkefninu lifandi. Þið viti hvernig þetta er með fræðslu. Það er hún er stundum látin dangla aðeins svona áfram og það er frábært að hafa þetta aðhald. Að við viljum sannlega standa okkur vel í þessu og Kjartan pikkar í mig svona þegar líður á langt eftir svari. Og ég er þakklát fyrir það. Ávinningurinn, það sem situr eftir hjá okkur, við munum náttúrulega eiga þessa spurningalista áfram og við getum notað aftur, bara svona ef okkur finnst við vera aðeins að detta úr takt og viljum senda út rafræna spurningalista til starfsmanna, við erum svo fljót að fá svörin tilbaka að vera til gagnagrunnur, við erum fljót að vinna úr þessu. Þetta er hraðvirk greining og svo náttúrulega fáum við þess eins og ég nefndi að við fáum fræðsluáætlunina svona til þess að vinna með næstu 2 árin kannski og svo er þetta náttúrulega bara heilmikill lærdómur fyrir okkur. Við lærum alltaf meira og meira í svona samstarfi. Mér langaði aðeins að nefna bara að því ég er að tala fjölbreytileikann, ég ætla að renna mjög hratt yfir þetta. Hérna sjáum við bara dæmi það sem við erum búin að gera í ár. Það eru 2 bifvélavirkjar búin að fara í 5. heimsókn til Þýskalands að læra húsbíla. Bifvélavirkjarnir okkar hérna við hliðina eða fólk hérna á bílaverkstæðinu fór á línnámskeið og er í vikunni núna á þess áttar. Þessi 2 dæmi hérna, mér þykir vænst þetta hér. Hálendisakstur, umferðaröryggi, forvarnir, ólík menning, ólík þjónusta. Þetta eru námskeið sem við vorum með fyrir framlínun okkar í bílaleigunni. Og þetta eru námskeið sem koma út úr einmitt þessu verkefni. Í desember sendum við fyrsta listan til framlínunar, hvaða þjónusta, eða hvaða fræðsluþörf viðkomandi hafi, framlínun okkar. Og þessi 2 atriði skoru hæst. Og við erum búin að vera með námskeið í Reykjavík og við verðum með þessi námskeið eitt á morgun og svo hitt í lok mánaðar hér á Akureyri. Og mér finnst það frábært að geta brugðið svona hratt við, af því nú er þetta bara komið. Og mér langar að koma 1 kvót, af því við sendum námskeiðsmat í kjölfar námskeiða og það var 1 kvót hérna frá ungum starfsmanni, gerir ég ráð fyrir. Fíla öll þessi námskeið í tætlur, rosalega sáttur, hjálpar mér mjög mikið í vinnunni. Er hægt að hafa það betra? Þetta er nákvæmlega það sem við viljum. Þetta var akkurat. Við bara hlýnaði hjartanu að fá svona komment. Þá erum við að gera eitthvað rétt. En aftur að veistuappinu. Þið sáu aðeins svona hvernig tæki virkar áðan. Og
þetta er mjög spennandi verkefni og ég vildi að við höfum meiri tíma til þess að grúska og græja í þessu. Veistu af hverju við ákveðum að prófa? Ég var þakklátt að þessi hljóp ekki til. Við sáum bara tækifæri til þess að vera með fjölbreyttari leiðir. Af því að fræðsla ekki alltaf bara að sitja á námsbekk og láta messi yfir sér. Þetta eru fjölbreyttari leiðir, það er allir snjallsíma en það er ekki allir að vinna í tölvunni. Notandi velur stund á stað. Við erum auðvitað að reyna að ná til unga fólksins af því þið vitið að þau nota símana sína mjög mikið. Og svo eins og Hildur sýndi okkur áðan, þá utanumhald nemendur. Við sjáum hver er búin að ljúka hverju námskeiði, hvernig gekk og svo framvegis, eða námskeiði, spurningalistum. Þetta er náttúrulega sett upp sem leikjaforrit upphaflega og ég tala oft svona spurningalista, þá ég að vísa til þess. Og svo verður auðvitað smátt og smátt til gagnasafn þegar við erum að búa til spurningalistana. Hérna ég aðeins að lista upp svona tækifærin sem við sjáum fyrir okkur. Hvernig getum við notað þetta? Okkur langar að nota þetta sem eftirfylgni með annarri skipulagðri fræðslu. Það er gaman að geta sendt út spurningalista með 10-15 spurningum úr námskeiðinu sem var í síðustu viku. Eftirfylgni með nýjungum. Núna erum við til dæmis að setja ökurita í alla bílan okkar. Erum byrjað á því og það er heilmikið stús í kringu það. Miklar upplýsingar sem að framlínun okkar þarf að geta svarað og þá getum við sendt í kjölfarið, allir búin að afla sér þessari þekkinga sem þarf, hægt að senda út. Og svo stuttmyndbönd með spurningum. Við erum að vinna núna, við erum búin að innleiða mörg ný kerfi hjá okkur, þannig að við erum að reyna að fá fólk til þess að samræma verklag og allt slíkt og erum þess vegna að búa til þessi myndbönd eins og þið sáu hérna dæma áðan. Svo líka bara nýlega fræðsla, þegar við erum búin að búa til mikið af spurningalistum, þá getum við svolítið haldið hver er búið með hvað. Og svo náttúrulega bara uppbrot, gera eitthvað skemmtilegt. Það er okkur ásatíð, við sendum út spurningalista, við lendir í pottinum, ef eitthvað getur fengið lítið vinning og svo framvegis. Við erum ofta að gera eitthvað svoleiðis. Má ekki gleyma að hafa gaman. Hindranirnar. Náttúrulega það þurfa allir að sækja appið í sitt eigi tæki. Ég vildi við værum komin lengra. Við erum ennþá bara, við erum á byrjunarstigi, bara svo það sé á hreinu. Þannig að við erum ekki alveg komin með reynsluna gagnvart notandanum. Ég vildi óska að ég væri komin að væri svona liðið mánuði viðbót, þá get ég sagt ykkur meira frá því. Satt að segja höfum við lent í smá vandræðum með svona tækniorðuleikum með myndbönd og myndir, en það tekur náttúrulega bara alltaf tíma að tileinka sér svona nýja starfshætti. Við erum ekkert rosalega flink að búa til myndbönd. Við erum að læra það líka samtímis því að við erum að búa til eða við erum að byrja að nota appið. Og við þurfum auðvitað að vanda til við myndvinnsluna og allt slíkt. Þessi tölva er ekkert vinnveitt mér. En það er svo sem ekki svo margt sem vantar að vinna. En líki punkturinn er að við vitum að þetta app er í þróun og maður vill alltaf meira. Maður fer alltaf að reyna þann mörk kerfisins, þannig að við erum strax svona fann að pikka, er þetta hægt? En ég held að við erum náttúrulega til dæmis stór og okkur dreymir auðvitað einhver risastórt fræðslukerfi. Við erum bara ekki komið þangað. Mér finnst þetta svo frábært tækifæri og ég held að þetta sé líka bara frábært tækifæri fyrir minni fyrirtæki. Aðeins svona að búa til lista og tala ekki þegar ef að fólk er tilbúið að deila listunum sínum út. Þannig að allir hafi aðgang að spurningalistum, þið getur notað hjá hvort öðru. Aðeins að nota þetta svona til að ýta við starfsfólki. Þannig ég hvet ykkur eindregið til að prófa. Það er ein litrík hérna lokaglæra. Þannig rauninu bara til þess að mér langaði bara aðeins að groppa með þessu verkefni. Þetta er bara svona, við erum nefnilega núna í svona þemamánuðum og þetta eru gildin okkar hérna sem þið sjáu. Og markmiðið er að við erum alltaf á tánum hjá Höldi. Það er að því við dönsum í kringum viðskiptavinum og við viljum alltaf að fólki eitthvað sé á tánum, alltaf viðbúið. Og málið er að við erum að tengja alla það fræðslu og það fræðsluverkefni sem við erum að vinna hér núna, við erum að tengja við inn í þessi gildi okkar. Og það er þess vegna sem ég flagga þessu hér. En annars er ég búin, ef einhverjar spurningar eru. Já? Þurfum við að fá spurningar
Já. 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 Hvað? Það er að koma mættin, svo að heyrst í útsendinguna. Já, komið sæl, Mari heiti ég, takk fyrir kærlega. Ein spurning hérna varðandi fræðslu þörfina sem að þið funduð, að þið gáttuð hent strax í námskeið til að svara þeirri þörf. Hvaða námskeið, hvar fenguðu þau námskeið? Þetta var einunni tvíþætt. Við erum í samstarfi, það Safe Travel er með námskeið sem að þeir fara með allt land, varandi svona eins og hálendisakstur og slíkt. Og svo fengum við, svo hreinlega spratt þetta út úr öðrum fundi við Vís kom inn í þetta námskeið líka. Við erum náttúrulega með heilmikið af bílum í tryggingum þar og þau kom inn í þetta. Þannig að það var heimafundið. Og svo kom hún Margrét Reyni sem einmitt hannaði pakkana hérna í gestrisninni og hvað kalluðu þið þessa pakka? Þjálfun og gestrisni. Hún hefur reyndar þjálfa fyrir okkur áður, fyrir nokkrum árum. En fyrsta sem ég geri, ég veit ekki hvernig ég á að hafa samband við, þá hringi ég í Kjartan eða Betty. Það er nú eiginlega bara þannig, sko. Þannig að ég myndi ekki hika við að hafa samband við þau. Þeir þekkja til þessar aðila. Fleiri eldsnögg. Mér langar til að spyrja hérna, sjáu þið hverjir eru búin að fara inn í hérna fræðslupakkana? Eins og í appinu, þegar starfsmenn eru búin að, sjáu þið hvað starfsmenn eru búin að skoða? Við sjáum hverjir eru búin að ljúka leiknum, já. Já, frábært. Já. Þannig getum við haldið út, þannig að þetta er bara eins og einhver nýliði kominn og þá getum við séð hann er búin að tikka í þessa 5 leiki sem ég vil hann geri. Já, þá held ég að við förum að sigla áfram. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir kærlega. Og eiginlega alveg ótrúlega magnað að sjá hvað við erum komin langt frá síðan að Hæfnisetrið var að skríða af stað. Það er alveg magnað. Elías er hér síðastur á dagskrá sem er í útsendingu og hann ætlar að segja okkur frá vakanum, grunni að góðri þjónustu. Já, góðan blessan daginn, já. Ég reyndar ætlaði nú kannski ekkert mikið að segja ykkur frá vakan og ég ætlaði svolítið að fara aðalega í mínar hugleiðingar í samtíð grunn að góðri þjónustu. En ég held samt sem áður ég verið aðeins að segja ykkur af vakanum. Er einhver hér inni sem ekki þekki til vakans? Ég ætla að vona engin rétt upp hönd. En hérna vakin er sem sagt gæða, öryggis og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar. Og markmiðið okkar er sem sagt að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund og eða rétt og slett samfélagslega svona þengjandi hátt hjá ferðaþjónustunni. Og kerfið er byggt upp á, við erum sem sagt með tvenns konar kerfi. Við erum með gæðakerfið er uppbyggt fyrir gistinguna og þar erum við með 6 flokka og síðan erum við með allt annað. Við getum ekki kallað það bara afþreyingu vegna þess að það eru samgöngur þar undir og annað þess áttar. Þannig að við köllum það allt annað en gistingu og í þeim flokki að þá erum við með almenn viðmið sem passa við alla flokkana og síðan erum við með sértæk 30 mismunandi flokka af sértækum viðmiðum sem að við erum búin að vinna saman með sérfræðingum úr greininni. Og síðan er umhverfiskafli vakans, eða umhverfisþáttur vakans, að það höfum við unnið aftur á móti með honum Stefáni Gíslasyni, umhverfisstjórnunarfræðing, sem að ég veit ekki hvort að þið sáu þáttinn í sjónvarpinu núna síðastliðinn sunnudag umhverfismálin, en hann er einn af aðilunum sem kemur að þeim þætti líka og hann er svona okkar helsti sérfræðingur í umhverfismálum á Íslandi, verð ég bara að segja. Og þannig að við erum mjög stolt að því að hafa geta notfært okkur hans þekkingu. Nú en allavega, grunnur að góðri þjónustu. Hvað er góð þjónusta? Og þá skulum við fletta. Og þá er spurning hvernig er, og ég setti í raun og veru bara 3 spurningar þarna fram. Og fyrsta spurningin, hvað er góð þjónusta? Númer 2, hvað verður til þess að við upplifum okkur að þjónustunni sé jákvæð eða neikvæð og spurning númer 3, hvernig er hægt að tryggja
sem best að viðskiptavinur fari með bros á vör heim á leið. Því að þetta hlýtur ju alltaf að vera markmið okkar allra þegar við erum í rekstri. Nú, og þá máttu fletta, kjarni að þjónustu, hann snýst það sem stundum hefur verið kallað stund sannleikans og það er segja framistöðu starfsmanna í samskiptum sínum við viðskiptavini. Og ánægju viðskiptavinir með þjónustuna ræðst að mestu á upplifun hans af samskiptunum. Það gefur því auga leið að góð samskipti og þjónustulönd eru undirstaða jákvæðrar upplifunar viðskiptavinarins á þjónustunni. Og þannig að við getum sagt að grundvöllur góðrar þjónustu eru viðmót starfsmannsins. Ég held að við getum öll, og við þekkjum öll dæmi þetta þegar við höfum fengið, þegar að við höfum fengið þjónustu umfram væntingar. Ég ætla að nefna bara eitt dæmi sem að örugglega einhverjir hér þekkja. Man einhver eftir Jónas í Bónus, sem að starfaði hér á Akureyri fyrir einhverjum 4 eða 5 árum síðan. Jónas Abel, já. Þetta svona dæmi einstakling sem að við áttum aldrei von á þessu þegar við fórum í Bónus, en einhverju hluta vegna þá líkaði fólki mjög vel við þegar hann var svona upp á sitt besta eins og maður segir, og röðin var öllu jöfnu lengst við kassan í honum. Vegna að hann virkilega hann gaf mjög mikið af sér. Þannig að jákvætt viðmót. En hvernig er þá hægt að tryggja jákvætt viðmót starfsfólks? Við því er ekkert eitt einfalt svar, en það er ljóst að ein af grunnstoðunum að það eru skýr gildi sem tryggja sameiginlega sín starfsfólk, ákveðna hegðum í samskiptum, og þetta fengum við dæmi bara núna hérna áðan í samvætti við Höld. Þau eru með mjög skýr gildi hvað þetta varðar, og það er líka nauðsynlegt að stýra menningu vinnustaðarins í átt að óþvinguðum samskiptum og í átt að jákvæðri gleði á vinnustaðnum. Og síðast nefndar atriðið, það segir sig eiginlega sjálft í hvernig er hægt að ætlast til þess að samskipti verði jákvæð við viðskiptavininn ef hann hefur ekki ánægju að starfinu sínu. Þannig ég held að það sé svona svolítið grunnur. En síðan er grunnurinn að öllu þessu, það er að starfsmaðurinn viti til hvers er ætlast af honum og hann hafi hlotið þjálfun og fræðslu í þeim verkefnum sem honum er ætlað að sinna. Og grunnurinn að því að það er aftur á móti, það er að brjóta verkefnin upp í verkferla og út frá því að skipuleggja fræðsluna og þjálfunina. Og það er meðal annars þess vegna sem að við hjá Vakanum að við höfum viðað af okkur mjög miklu efni fræðslu til starfsmanna. Við höfum líka búið til töluvert af efni sem við höfum sett þarna inn, og vegna þess að það er þjálfunin sem er grunnurinn til þess að starfsmenni geti tekist á við þá fjölbreyttu áskoranir sem að bíða okkar í ferðaþjónustunni. Í Vakanum, í þessum viðmiðum sem við erum með, þetta er ótrúlega mikið af gátlistum og öðru því sem að þar er inni, ætli sé ekki 50 mismunandi menntunarkröfur sem er farið fram á í Vakanum. Stór hluti af þessum kröfum, það er í afþreyingunni, og það er kannski óskup eðlilegt að það sé í afþreyingunni vegna þess að það er nú einu sinni þar sem að fjölbreytileikin er mjög mikill, og þar þurfum við líka mjög mikið að huga að öryggi okkar gesta. Þannig að við höfum unnið það mjög mikið og unnið það í samvinnu við til dæmis Björgunarskóla Landsbjargar, sem við höfum nýtt okkur mikið, og við höfum nýtt okkur líka mikið önnur þau verkfæri sem hafa verið til. En það verður líka að segjast að það hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því að Vakinn tók til starfa, hvað varðar menntun og þjálfun, og viðhorfið í dag er í raun og veru töluvert annað heldur en var þegar við fórum af stað fyrir 9 árum síðan til þess að byggja upp Vakan. Og til dæmis með tilkomu hæfnisetursins þá höfum við stigið mjög stórt skref sem ber að fagna, og með nýja hæfnirammanum að það er líka, þá erum við komið með svona heilstaftina í nálgun á alla menntun og allt menntunarferlið,
Þannig að það hefur mjög margt gerst hjá okkur til þess að gera skömmum tíma. Og síðan líka vert að nefna að aðstöðu eins og hér, Símey, eins og komið út eða símenntunarmiðstöðurnar sem eru komnar út allt land. Þannig að það jákvæðu teiknin eru allstaðar á lofti. Og þannig að svar mitt við þessari spurningu, ef við flettum núna, að það ósköp einfalt að grunnurinn að þessu, hann þjálfun, menntun, leiðsögn, handleiðsla og kennsla. Það að segja, ef við ætlum að viðskiptavinurinn okkar fari með bros á vör, að þá þetta grunnurinn. Þannig að við okkar að nýta tækifærin og þau verkfæri sem eru komin. Og þess vegna mjög gaman að sjá til dæmis þetta nýja veistu-app. Og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig til tekst með það. Og þá hef ég lokið máli mínu. Setta næsta. Einhverjar spurningar eða hugleiðingar? Við erum svona 10 mínútur á eftir áætlun og við ætlum að reyna að vinda okkur í verkefnið áður en að við stingum af. En það tekur ekki mjög langa tíma. Takk fyrir kærlega, Elías. Og þá förum við að ljúka útsendingu á þessum fundi. Ég vona að þið hafi haft gaman og gagn af sem eru að fylgjast með. Við ætlum að fara að breiða okkur á verkefni hérna í salnum sem hefur ekki mikið gildi að hafa útsendingu á. En eins og hér hefur komið fram að þá þetta bros á vörum starfsmanna, jöfn virðing gagnvart öllum starfsmönnum, líka þegar kemur að fræðslu, sem kom svo skýrt fram í kynningunni á verkefni Hölds.